Góðan daginn, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eru komin á Zoom fjarfund vegna þeirra takmarkana sem eru uppi í samfélaginu vegna COVID-19. Ég býð ykkur velkomin á 299. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann hér með settan. Fundurinn er tekin upp líkt og hefur verið og verður sendur út á vef Fjarðabyggðar og honum sendur út á vef Fjarðabyggðar að honum loknum. Á dagskrá fundarins í dag er eftirfarandi. Það fundargerðir bæjarráðs númer 681 og 682, 683 sem verður bornar upp saman til samþykktar ef enginn hreyfir því andmælum fyrir utanskildum lið 4 í fundargerð 683 þar sem Einar Már Sigurðsson er vanhæfur vegna tengsla undir þeim lið og mun þá víkja þann lið og hann verður borin upp sérstaklega. Fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 271, fundargerð hafnarstjórnar númer 250, fundargerð fræðslunefndar númer 90, fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 31, fundargerð félagsmálanefndar númer 137, fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimila númer 19, fundargerðir barnaverndar númer 119, 120 og 121 verður bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Þá er einnig 2 almenn mál sem eru liðir númer 11, endurgreiðslu hlutar vegna réttindasafns lífeyrissjóðs Neskaupstaður og liður númer 12 sem safnanefnd. Eins og hefur verið, þá notum við spjalli sem heitir hliðar til óska eftir að taka við máls. Þetta getur við gefið með merki í mynd og bæjarfulltrúar greiði atkvæði með handauppréttingu. Einnig bið ég fundarmenn að hafa slökkt á hljóði og setja á mute þegar ekki hefur verið að taka til máls. Þá göngum við til dagskrár og fyrstur fundargerðir bæjarráðs númer 681, 682 og 683 að undanskilnum lið 4 í fundargerð 683. Orðið er laust þessa fundargerðir og Sigurður Ólafsson formaður bæjarráðs hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Já, forseti, ég ætla með leyfi að vekja athygli hérna bara á örfáum málum og byrjum þá á fundargerð 681. Það er liður 1.3, endurnýjun húsnæðis Uppsala. Það er semst komið svar það núna frá ráðuneytinu að breytingar og endurnýjun á húsnæði Uppsala falli undir málefni framkvæmdasjóðs aldraðra en ekki framkvæmdaáætlun ráðuneytisins. Og þannig að ríkið er ekki til í að fara í þessar endurbætur semst á fjárlögum og vísar okkur bara á framkvæmdasjóð aldraðra og bæjarráð gat nú ekki tekið undir þetta og þetta náttúrulega er eitthvað sem þarf væntanlega að ræða við samningaborðið þar að segja ef einhverjar umræður fást við ríkið málefni hjúkrunarheimilanna. Það er mjög brýn þörf á því að breyta bæta húsnæðið og það er greinilega ekkert óskaplegur áhugi hjá ríkinu á því að fjármagna þær breytingar. Já, svo er það mál 1, liður 1.8, safnanefnd. Það verður nú á dagskrá hérna eftir líka, held ég fari rétt með, en það er sem sagt verið að leggja til eða búið að samþykkja það að safnanefnd sem slík verði lögð niður og verkefni hennar falli undir menningar- og nýsköpunarnefnd. Svo er það liður 1.15, nefndarskipan í Fjarðabyggð í kjölfar bæjarstjóraskipta. Þá tekur Jón Björn við sætum í ýmsum nefndum og það er sem sagt er að ræða strætisvagna Austurlands, Breiðdalsseturs og svo Háskóla Austurlands og bæjarritari tekur svo sæti varamanns í Breiðdalssetri.
Já, fundargerð 683, þar fyrst þessi skýrsla frá Ráðrík EHF íþróttamannvirki í Fjarðabyggð og tillögur breytingar og umbætur í þeim rekstri. Þessi skýrsla var sem sagt kynnt fyrir bæjarráðið núna á mánudaginn og hún gefur náttúrulega bara gott yfirlit yfir stöðu mála hjá okkur með þetta og það náttúrulega svo sem margt jákvætt. Við erum með mjög sterka innviði á þessu sviði og við höfum verið að gera ýmislegt sem að ráðgjöfunum leist vel á og þar má nefna til dæmis Egilsbúðarverkefnið sem að þeim finnst vera mjög áhugaverð tilraun til þess að nýta húsnæði og aðstöðu betur og einnig leist þeim vel á þær hugmyndir sem koma fram í stefnumörkun fræðslu- og frístundastefnunnar að frístundaheimili og frístundastarf verði samþætt og sett undir stjórn tómstundastjóra og verði ekki hluti af rekstri skólana. Þeim fannst það áhugaverð pæling, þannig að þetta samþætta frístundastarf og frístundaheimilin. Það leist þeim vel á. En það hins vegar alveg blasir við þegar maður les skýrsluna að þetta mjög dýr málaflokkur hjá okkur og hann hlutfallslega langdýrastur hjá okkur af öllum sveitarfélögum landsins. Og það náttúrulega ýmislegt sem að þarf að skoða í því samhengi. Þetta er dýrt og flókið apparat. Það blasir við og það eru að kynna ýmsar tillögur það hvað hægt að gera í þessu en ekkert af því eitthvað sem einfalt eða hægt að vinda sér í 1, 2 og 3 til þess að spara eitthvað stórfé. Við náttúrulega bara erum í þeirri stöðu að vera með fjölkjarna sveitarfélag sem með marga kjarna og það náttúrulega mjög stór og þungbær ákvörðun að fara að skera þessa þjónustu eitthvað niður og eitthvað sem ekkert gert nema að mjög vandlega athuguðu máli. Enda stendur ekkert slíkt til í bili en það ljóst að þetta dýrt í rekstri hjá okkur. Það eru lagðar til ákveðnar breytingar í tengslum við skipulag, í tengslum við eflingu almenningssamgangna sem náttúrulega eitthvað sem við erum að skoða og vinna í. En þetta svona eitthvað sem við þurfum að horfa á til lengri tíma litið og það ein niðurstaða að það þurfi að skerpa á stefnumótun í þessum málaflokki og mynda einhverja framtíðarsýn sem við getum svo unnið eftir. Já, var eitthvað fleira sem ég ætlaði að segja? Já, ofanflóðavarnir á Eskifirði. Það sem sagt búið að samþykkja að taka tilboði í framkvæmdir við Lambeyrará. Það kom nýtt tilboð sem að þótti ásættanlegt, þannig að þær framkvæmdir geta núna hafist, sem gott mál og það magnað hvað við erum að sjá miklar framkvæmdir í ofanflóðavörnum í okkar sveitarfélagi og sem náttúrulega eitthvað sem algjörlega nauðsynlegt. Já, fleira, það var ein breyting í nefndaskipan hjá Miðflokknum sem ég ætlaði líka að benda á. Það að breytast nefndaskipan í menningar- og nýsköpunarnefnd. Magnea María Jónudóttir tekur sæti aðalmanns í menningar- og nýsköpunarnefnd og Anna Þórhildur Kristmundsdóttir tekur sæti varamanns. Já, fleira var það held ég ekki í bili. Þakka fyrir þetta, Sigurður. Ragnar Sigurðsson hefur orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir. Forseti, bæjarstjóri, aðrir bæjarfulltrúar, ég ætla að taka hér til máls undir liðum bæjarráðs.
að byrja á, líkt og Sigurður gerði áðan, að byrja á lið 1-3, endurnýjun Húsnæðis Uppsala. Þetta svona dæmigert fyrir svör ráðuneytisins og samskipti þess við sveitarfélögin og Fjarðabyggð einkum varðandi málefni hjúkrunarheimilanna. Þarna er búin að eiga sér stað það bil ársviðræður sem að hefjast í kjölfar þess að kemur minnisblað frá ráðuneytinu þær framkvæmdir sem eru ýmist í skoðun eða vinnslu eða í einhvers konar athugun. Og þar kom fram að endurnýjun á Húsnæðis Uppsala var til skoðunar þar í kjölfar þess að rýmum þar var breytt úr dvalarrými í hjúkrunarrými og þá þegar var ljóst að fyrri rými sem að tilheyrði gömlu dvalarrýmis álmunni myndi eingöngu duga til skamms tíma sem hjúkrunarrými þar sem aðgengi þar ekki nægilega gott og allir voru nú frekar vongóðir að viðræður myndu fara af stað og kalla var eftir gögnum frá ráðuneytinu varðandi húsbygginguna og hvernig best var að þessu staðið og svo þegar að sveitarfélagið búið að standa sína plikt í að útvega gögn og annað þá kemur svar að þetta tilheyrir ekki ráðuneytinu heldur framkvæmdasjóði aldraðra. Þannig að þetta er svona dæmigert varðandi samskiptaleysið sem er frá ráðuneytinu varðandi málefni hjúkrunarheimila á vegum sveitarfélaga og sætir engra furðu að svo mörg sveitarfélög eins og raun ber vitni eru búin að segja upp samningum sínum rekstur hjúkrunarheimila og gefur takmarkaðar vonir að einhverja samningaviðræður muni eiga sér stað varðandi rekstur þeirra, þannig að öll óbreyttu mun hjúkrunarheimilin eflaust fara til ríkisins. Það er svo varðandi fundargerð bæjarráðs númer 683, úttekt á skipulagi og rekstri íþrótta- og æskulýðsmála, þá tek ég undir með Sigurði. Þetta er mjög góð vinna sem að ráðgjafafyrirtækið Ráðríkur er búin að fara í varðandi skipulag og rekstur íþrótta- og æskulýðsmála og þau komu á fund bæjarráðs og fóru yfir skýrsluna og mjög góð yfirferð frá þeim og þessi skýrsla er okkur mikilvæg og veitir okkur góða yfirsýn og innsýn inn í málaflokkinn og jafnframt ákveðin verkfæri en það er alveg ljóst að það er hægt að ná fram hagræðingu innan málaflokksins og ég held að skýrslan gefur glögga mynda af því enda er ekkert sveitarfélag sem eyðir jafnháu hlutfalli af skatttekjum á hvern íbúa til neins málaflokks eins og þessar. Það er að segja að hlutfall af skatttekjum frá íbúum Fjarðabyggðar er mest í þennan málaflokk af öllum öðrum sveitarfélögum og það bil 14, rúmlega 14% á meðan að sveitarfélag eins og Skagafjörður er undir 10% og Norðurþing með 10% og svo framvegis. Þetta er hins vegar ekki auðvelt eins og Sigurður kom líka inn á. Þetta er víðfeðmt sveitarfélag og maður les skýrsluna þá er svona ákveðin þráður í því það verður erfitt að ná fram hagræðingu nema þá með því að nýta almenningssamgöngurnar betur en ég held að það séu ákveðin tækifæri þarna og skýrslan er verkfæri fyrir okkur til þess að nýta okkur og vinna áfram með og ég held að það sé vel hægt að ná fram hagræðingu þarna. Við fórum líka yfir fjárhagsáætlunina
undir eins og bara í öllum nefndum og öllum fundum bæjarráðs þessa dagana en í lið 3.2 fórum við svona yfir stöðuna í vinnu við fjárhagsáætlunina og enn vantar svona ákveðin lykilatriði og þetta gengur svo sem vel en við töldum ástæðu til að óska eftir aukafundi til þess að fara aðeins betur ofan í þessa vinnu og svona gefa okkur aðeins betri tíma til þess að kafa ofan í málaflokkana og reyna að finna leiðir til þess að hagræða í rekstrinum og mynda svigrúm, ljóst að þörfin fyrir fjármuni víða og ef við ætlum að verða við öllu þá verðum við að forgangsraða og við verðum að finna leiðir til þess og ég held að okkur veitir ekkert af tímanum og okkur veitir ekkert af því að fara taka svona hálfan eða heilan dag og fara bara vel ofan í það sem að hefur nú þegar komið fram og skoða þetta betur. Það stutt í fyrstu umræðu fjárhagsáætlun og nauðsynlegt að nýta tímann vel. Fleiri ekki bili, takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Orðið laust. Ykkur Jón Björn, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og góðir bæjarfulltrúar. Aðeins bara að fá að koma inn á nokkur atriði í þessum fundargerðum bæjarráðs sem hér eru til umræðu og vekja athygli á. Ég vil nú byrja að taka undir með þeim kollegum mínum sem hafa rætt til undan um þetta dæmilausa svar sem hér í lið 3 í fundargerð 681, endurinn í húsnæðis Uppsala. Það rétt sem kom fram í máli hjá Ragnari að það mjög sérstakt eftir að hafa farið gegnum í ítarlega skoðun á gögnum að þá sé niðurstaðan svo að þetta kemur okkur ekki við. Svona, það má samandraga þetta svar í því. Þetta orðið mjög löng saga sem við margoft hefur rætt hér í bæjarráði, samskipti okkar og ekkert okkar heldur svo margra sveitarfélaga við ríkisvaldið í tengslum við málum í hjúkrunarheimila að það þyngra en tárum taki að við séum á þessum stað og þetta það liður í því að við höfum náttúrulega fyrir utan það að við höfum margoft bent á að rekstrargrundvöllurinn brostinn að við séum komin á þann stað að það sé búið að segja upp þessum samningi og Sjúkratryggingar hafa meðtekið þá uppsögn. Svo erum við þessari viku núna að hún væri móttekin og hefði tekið gildi frá 1. október síðastliðinn. Það eru önnur sveitarfélög sem eru í þeim viðræðum og það hefur nú ekki gengið neitt sérstaklega en eins og við settum fram í okkar bókun þá þetta bara okkar meginmarkmið þetta hafi ekki áhrif á starfsemina á hjúkrunarheimilum. Það uppi sú skylda að reka þau og það verði ekki röskun og menn hafa náttúrulega forskriftina frá því svari sem var á Akureyri að menn tæki við starfsmönnum og fleira. En þetta náttúrulega afskaplega furðulegt og það furðulegt að sér ekki meiri vilji til þess að taka þennan málaflokk til umræðu við okkur og náttúrulega og leita lausna í samtali í samvinnu við sveitarfélögin. Það náttúrulega mjög furðulegt og það eru svona viss vonbrigði eftir allan þennan tíma sem menn hafa verið að ýta þessum málum áfram. Þá líka ekki síst að það sé náttúrulega ekki það náttúrulega ekkert að hjálpa til í þessi mismundi rekstrarform þeirra líka í landinu eflaust. En ég vona bara sannarlega að ríkið axli sín skinn í þessum málum og fari að segja okkur hvernig þeir ætli sér að standa að þá því að taka yfir þennan rekstur og hvernig því verði sem best komið. Aðeins í lið 6 í fundargerð 681 bara minna á sýnileika þetta verkefni sem við erum í núna og bæjarráð samþykkt í sumar að ráðast í og í framhaldi af við höfum vunnið núna mjög mikið í sýnileikamálum sveitarfélagsins sem við gerðum það í voru náttúrulega í tengslum við ferðaþjónustuna og ferðasumari sem var hér í sumar en jafnframt samþykkti bæjarráð að fara í frekari átak
til að auka sýnileika okkar góða sveitafélags út á við og sem búsetukost fyrir fólk og við fórum aðeins yfir þarna þann gang verkefnisins þegar við erum að sjá afrakstur þessa hluta til núna í þáttunum Aftur heim sem hafa komið mjög vel út og við munum nýta okkur það efni inn í samfélagsmiðlana og það áfram. Við náttúrulega fólum atvinnu- og þróunarstjóra og upplýsingafulltrúa að setja sig í sambandi við fyrirtækin í Fjarðabyggð með þetta verkefni og hvernig þau geti nýtt síðan því að þetta er ekki síður þannig. Mörg fyrirtæki og ég átti fund með fyrirtæki hér í gær sem dæmi sem mikið búið að auglýsa eftir starfsfólki og taldi að þetta væri mjög gott innlegg inn í þá vinnu á sig. Það við erum svo heppin að hér fyrirtæki að auglýsa hjá okkur eftir starfsmönnum og það eru laus störf og það okkar vonum okkur tekst að fjölga íbúum hér. Við teljum að við höfum allar forsendur til þess og sannlega höfum það. Við munum líka náttúrulega í þessu fara yfir náttúrulega ýmsa þá kosti sem fjölskyldufólk fær með heilbrigði. Við erum alveg mjög sagt að við erum bara gjöld hvað varðar fjölskyldufólk óvíða lægri á landinu og þetta kom svo vel fram í þætti 2 Aftur heim þar sem unga fólki á Fossvogi sagði mitt við værum ekki í þessum stöðu að geta látið börnin okkar verið í hljóðfæranámi og tómstundum ef ekki við værum ekki hér. Við hefðum einfaldlega ekki efni á því til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, svo eitthvað sé sagt. Þannig að það margt svo vel gert hjá okkur, við þurfum að sýna það og við þurfum að segja frá því og gera það verkum að hér flytji fleira fólk og líka bara fyrir okkar íbúa. Við þurfum að vera öflugir í því. Aðeins í sambandi við, það rétt að þessi skýrsla var mjög góð sem kom frá Ráðrík og vekur og sýnir ekki bara bendurinn og ýmsa þætti sem við getum notað sem leiðarljósin í framtíðina í okkar rekstrarumhverfi, heldur líka bendurinn okkur á marga mjög góða eins og Sigurður kom inn á áðan, formann bæjarráðs, bara margt af þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna í og erum að vinna í, hversu mikla bara eftirtekt og vekja og fyrir þessa, og þær kom inn á, það er Svanfríður og Eyrún, að það væri mjög áhugavert, teldi að það væri mikill að framfara og það var mjög gaman að heyra það að það væri. Það er rétt að við þessi málaflokkur okkur mjög hann mjög hár, við erum að greiða mjög mikið í þessu málaflokki. Það í sjálfum sér engin áfellisdómur fyrir sveitarfélagi. Það sýnir líka að við viljum og stöndum mjög öflugt að þessum málaflokki, íþrótta- og æskulýðsmálum. Og það líka, við skulum hafa það í huga, það líka, það metnaður, held ég. En við þurfum að skoða hann vel og hvernig við getum nýtt það sem best og það verði sem til mest gagns og til mestrar ágóða fyrir okkar samfélag og okkar íbúa og ungmennin okkar að við eflum það líka og þannig að það fjármagn sé vel nýtt. Aðeins í sambandi við eins og við sjá þá er nú hér fjárhagsáætlun gríðarlega umfangsmikil eins og þessum tíma bæði nefndum og bæjarráði og verður hér svo til umfjölluna þegar hún kemur til fyrri umræðu og þá ræðum við hana. Það er rétt að við fórum yfir stöðuna á mánudaginn síðastliðinn og tókum, það hefur verið unnið mjög mikið í fjárhagsáætlun innanhúss í þessari viku, farið aftur inn í launaáætlunum og fleira. Og þannig að við munum taka það núna út og inn á næsta bæjarráðsfund þar sem eins og kom fram að bæjarfulltrúar ræddu hvort það væri ekki ástæða til auka fundar og við höfum það ákveðna stöðu á mánudaginn sem þetta fara í gegnum það. Við þurfum að gefa þessu góðan tíma mánudaginn og ég veit að bæjarfulltrúar ræddu það líka að þeir myndu hafa þann tíma undir núna og fara í gegnum þann áfanga sem við erum í þá og hvernig við höldum áfram á honum. Þannig að þetta til áframhaldi vinnslu. Það hefur mikið verið rýnt í launahlutann og fleira í þessari viku aftur en nýju og við erum og þeim lið verður lokað á morgun og tekin inn til vinnslu fjármálastjóra og fjármálastjóri mun þá fara að vinna uppfærslu á áætluninni sem við verðum þá vonandi komið með sína á mánudaginn fyrir bæjarfulltrúa og bæjarráðsmenn til þess að geta tekið þessu umræðu og þá hvernig við vilja halda áfram vinnunni. En ég held að, sem alltaf sagt, í þessu er mikill kostur við séum samstíga.
og það sé góð samvinna í því að allar tillögur eru vel þegnar í svona vinnu, hvaðan sem það koma og ég held að við setjumst vel yfir þetta á mánudaginn kemur. Það var ekki fleira, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón Björn. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Enginn hefur óskað því að taka til máls, þannig að ég ber upp fundargerðir bæjarráðs númer 681, 682 og 683 og undanskiljanlið 4 í fundargerð 683 til samþykktar. Þeir sem þær samþykkja þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá bið ég Einar Már Sigurðarson að víkja á fundi. Eydís, fyrirgefðu, það eru 8 atkvæði. Það er 1 fjarverandi. Ég bið afsökunar, það eru 8 atkvæði. Bæjarfulltrúi Rúnar Már Gunnarsson hefur boðað forföll í dag. Sendur mér ekki SMS fyrirgefðu, Eydís, eða einhver þegar ég má koma inn aftur? Gerið það. Takk. Til að taka þig úr mynd. Þá erum við komin í lið 4 í fundargerð bæjarráðs 683. Það er kauptilboð í Nesbakka 21 í Neskaupstað og framlagt var gagntilboð í sölu á Nesbakka 21, önnur hæð í Neskaupstað. Bæjarráð samþykkti gagntilboð og fól bæjarstjóra að undirrita skjöl vegna sölu eignarinnar. Þá ber ég þennan lið upp til samþykktar, sem sagt lið 4 í fundargerð bæjarráðs 683. Þeir sem hann samþykkja þannig samþykktu með 7 atkvæðum. Þá má bæjarfulltrúi Einar koma inn á fund aftur. Ég skal senda honum skilaboð. Já, þú mátt senda honum skilaboð. Þá erum við komin í fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 271. Ég ætla aðeins að fá kveðmenn til hljóðs undir þeirri fundargerð. Það er liður 1, það lagðar voru fram og kom á fund bæjarráðs hönnuðir frá Eflu Óli Grétar Miðhálsson. Ásamt því sátu þennan lið fundarins Marino Stefánsson, sviðsstjóri framkvæmdasviðs, Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri og Sigurður Ólafsson formaður bæjarráðs. Þar voru hönnuðir að leggja fram tillögu vegna breytingu frá frumhönnun við Grjóta og Eskifirði. Og það sem verið að skoða leiðir til að brúin yfir frá Bleggsóni yfir Grótana geti haldið sér og eignaskipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að tillögurnar verði unnar áfram og skoðaðar og vert að taka fram að þessi umræða þetta hefur oft verið rætt og það hefur verið þverpólitísk samstaða það að reyna að finna leiðir til þess að brúin geti haldið sér. Þannig að þetta fer í áframhaldandi vinnu og mun svo koma aftur til nefndarinnar. Margir liðir í fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar snúa að vinnu við fjárhagsáætlun sem er svo tekið fyrir í fyrri umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar. En ég ætla aðeins að koma inn og vekja athygli á lið 22 í fundargerðinni. Það var ábending lögreglu vegna umferðaröryggis en það var lagt fram bréf lögreglunnar á Austurlandi vegna slyss sem varð á Norðfirði í september síðastliðinn þar sem göngustígur kemur að umferðargötu. Það sem barn var að renna sér þar á hjólabretti. Og jafnframt var bent á í þessu bréfi að svipuð hætta getur skapast víða annars staðar við göngustíga í sveitarfélaginu. Nefndin fól framkvæmdasviðið að vinna minnisblað yfir sambærilega göngustíga og skoða það og gera tillögur á úrbótum ef þurfa þykir. En það er mjög mikilvægt að fá góða yfirsýn yfir þetta.
Meira var það ekki frá mér í bili, en orðið laust þessa fundargerð. Það engin greitt ljós, þá ég ber þá upp fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 271 til samþykktar, þeir sem hana samþykkja. Hún samþykkt með 8 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð hafnarstjórnar númer 250. Vill ykkur kveða sér ljós? Sigurður Ólafsson, gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði hérna bara aðeins að nefna eitt mál, sem sagt, það er liður 5.3, skemmdir á Hafskipabryggju á Eskifirði. Það sem sagt urðu skemmdir á þeirri bryggju þegar sem sagt þekjan á bryggjunni bara féll allt í einu niður og kom stórt gat í þekjuna og við skoðun kom í ljós að það hafði verið siglt á kantinn, engan veginn ljóst hvenær, en það er smá saman skóla þarna undan og þetta er eitthvað sem var alltaf bara strax reynt að bregðast við með viðgerðum, en þetta svona minnir á það að þarna er kantur sem við þurfum að fara í að laga og breyta fljótlega. Það er talsverð notkun á honum, aðalega bátar frá laxeldinu og það er bara verið að skoða það núna að flýta þeirri framkvæmd og leita leiða til þess að gera það með einhverjum hagkvæmum og sniðugum hætti. Of snemmt að segja frá því í einhverjum smáatriðum, en það er alltaf ljóst mál að þarna þarf sennilega að fara í einhverjar aðgerðir fyrr en menn töldu. Fleira var það ekki. Takk fyrir þetta, Sigurður. Jón Björn, gjörðu svo vel. Aðeins bara koma inn á og vekja athygli bæjarfulltrúa bara á lið 5. Sem sagt, eins og menn þekkja þá hefur nokkuð skeið við höfum verið að vinna að umhverfisrannsókn undirbúningi umhverfismats fyrir efnistökusvæði Norðfjarðarflóa. Eins og menn þekkja þá erum við mjög aðþrengt oft með malarefni hjá okkur og fórum í gegnum tiltölulega og höfum verið að vinna þessi efnistökuleyfi núna að hafsbotni síðustu ár og unnið þau mjög vandlega. Og eins og þið sjáum þá erum við hér með núna efnistökuheimildir á Eyri í Reyðarfirði og eins og Ljósá þar sem við erum að nýta núna. En þetta er víða sem við þurfum á að halda og við höfum þar verið nokkuð langt skeið verið að skoða þessi efnistökumál í Norðfirði meðal annars og í Norðfjarðarflóa og þar var áður náttúrulega efnistaka í Viðfirði. Norðfirði þar hafði verið tekið efni bæði í uppfyllingar og fleira tengslum við hafnargerð árum áður en við sem sagt fórum núna í frekari skoðun og mátum þarna nokkur svæði bæði í Hellisfirði við Suðurbæi svokallaða og eins út með norðanverðum firðinum fyrir utan Vitan og fleiri staði. Það er svona skemmst að segja að þessar rannsóknir eru tiltölulega dýrar þannig að við höfum reynt að meta það mjög reglulega í ferlinu hvort við værum að ná þeim árangur sem við vildum í efni hérna. Og leið náttúrulega uppfylla ýmis skilyrði. Núna tókum við í framhaldi af rannsóknum sem við gerðum á síðasta ári og rannsóknum sem við gerðum núna í vor þá tókum við líka jafnframt sýnatökur, við vorum heimild í sýnatökur til að meta bara gæði efnisins og það svona gefur ekki ástæðu til bjartsýni allavega að þetta sé efni að þeim gæðum að það réttlæti frekari rannsóknir að svo stöddu allavega þetta sé ekki þannig að við hefum viljað sjá þannig að Hafnarstjórn hefur tekið svona ákvörðun það að óska eftir því að efnistökumál séu skoðuð kannski í víðara samhengi hér í tengslum við endurskoðun aðalskipulagsfjarðarbæjar sem nú er. Þá myndum við horfa til og efnistökusvæði á landi eignir að meta það
og var ákveðið að fresta frekar rannsóknum þarna vegna þessar efnistöku á hafsbotni. Við höfum gjarnan, það er þetta, þegar að því kemur, náttúrulega þegar þörfin þá er undir, og hún er oft mjög mikil, þörfin fyrir efni í stórum framkvæmdum, þá er það svona spurning hversu stóri möguleikar sé í landi, en við teljum að það var rétt á þessum tímapunkti núna að taka ákveðna skoðun og þá sýna og tökum það líka og sjá hvernig við getum leitt okkur. Því ég held að svo stödd allavega þá er ekki skynsamlegt að halda áfram með þessum rannsóknum. Það er auðvitað að fara ekkert, við eigum ákveðna líka niðurstöður. Þessar rannsóknir hafa nýst okkur og nýst fleiri aðilum einnig. Þannig að þær eru að hefinu góða. En svona þetta er staðan núna, þannig að það er bara rétt að bæja fyrir þessu upplýstunum það að svo stöddu þá allavega munum við setja svona hlé í þær þarna. Þetta er aftur valkostur annars staðar í öðrum fjörðum og eins og segi við eigum töluvert mikið eftir efnistöku heimild hér á Reyðarfirði sem er mjög gott. Hefur komið sér mjög vel núna í stækkun Mjóarhafnar sem myndi að verða áframhaldandi verk því að Mjóarhafn er einn af þessum höfnum okkar sem við vitum að ég áttir að stækka og eflast enn frekar og nú kröftug fyrir. Og þannig að við eigum þá möguleika þar. En svona bæja fyrir þessu upplýstunum þetta, það var ekki fleira. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Orðið er laust. Fundargerð hafnarstjórnar. Það er engin kveðið hljóðs, þannig ég ber fundargerð hafnarstjórnar nr. 250 eftir samþykktar þeir sem eru samþykktir. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Við ykkur að gefa mér svona skýr merki. Þá erum við komin í fundargerð fræðslunefndar nr. 90. Orðið er laust á fundargerð. Það er engin kveðið sér til hljóðs. Þannig að ég ber hana eftir samþykktar þeir sem samþykkja fundargerð fræðslunefndar nr. 90. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð menning- og nýsköpunarnefndar nr. 31. Orðið er laust fundargerðina. Engin kveðið sér til hljóðs, þannig ég ber hana eftir samþykktar þeir sem hana samþykkja. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð félagsmálanefndar nr. 137. Orðið er laust þessa fundargerð. Engin hefur kveðið sér til hljóðs, þannig að ég ber hana eftir samþykktar þeir sem hana samþykja. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimila nr. 19. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er engin kveðið sér til hljóðs, þannig ég ber hana eftir samþykktar þeir sem eru samþykktir. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Fundargerðir barnaverndar nr. 119, 120, 121 eru bornar upp saman. Orðið er laust þessar fundargerðir. Engin hefur kveðið sér til hljóðs, þannig ég ber þær upp til samþykktar þeir sem eru samþykkja. Samþykkt með 8 atkvæðum. Þá erum við komin í almenn mál. Liður 11, það er endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs Neskaupstaður. Bæjarstjóri mun mæla fyrir lið 11. Takk fyrir það, forseti. Eins og bæjarfulltrúum er kunnugt að hafa séð í minnisblaði sem er undir frá Brú lífeyrissjóði, þá er hér komin frá þeim minnisblaði sem innifelur sér tillögur að 2 breytingum sem eru lagðar hér fyrir bæjarstjórn og náttúrulega starfsmannafélag þarf að fá sömuleiðis og fær til samþykktar. Eins og með þekkja þá var náttúrulega lífeyrissjóður Neskaupstaður einn af þessum gömlu litlu bæjarsjóðum sem voru svo víða. Hann er náttúrulega orðinn einn af, það er í deild hjá Brú lífeyrissjóði, ekki lengur til sem slíkur, en er náttúrulega virkum með hana, í honum eru virkir félagar. Þetta eru 2 svohljóðandi breytingar sem eru þarna lagðar til núna til að svona skýra málin. Það er annars vegar fyrri tengist svokallari eftirmannsreglu að í þessum lífeyrissjóði eins og svo mörgum af þessum eldri lífeyrissjóðum voru eftirmannsreglur og það er svohljóðandi ákvæðir þarna inni orðið núna sé starf sem verið höfði viðmiðunar fyrir breytingar á lífeyri samkvæmt þegar átt að lagt niður
skulu breytingar á lífeyri þeirra sem haft hafa viðmiðun það upp frá því fara eftir 2-4. Það sem sagt ákvæðið felur í sér að sé starflagt niður sem til viðmiðunar lífeyris þá sé tekið inn fylgt svokallri meðaltalsreglu sem meginregla sjóðsins hvað varðar viðmiðun við lífeyri. Síðan hin breytingin felur í sér leiðréttingu á orðalagi. Það ákvæði 10.2 í samþykktum og hvaða viðmið skulu vera á sjóðnum þegar kemur að eingreiðslu ellilífeyris. Viðmiðið 3.077 krónur með samkvæmt ákvæðum tekur breytingum samkvæmt vísitölu 3.077 krónur fyrirgefið. Í ákvæðinu vísað til vísitölu neysluverðs fyrir mars 2013 en orðalag samþykktan rangt þar sem tilgreint breytingar sem verða meðaltal á launum opinberra starfsmanna fyrir dagvinnu. Og það lagt til að orðalag verði leiðrétt í samþykktum sjóðsins og rétt að taka fram að frá sameiningu sjóðsins við Brú lífeyrissjóð og Brú áður lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga hefur vísitala neysluverðs fyrir notuð sem viðmið við hækkun og eingreiðslu viðmið ellilífeyris. Þannig að þetta eru þær tvær tillögur sem þeir óska eftir að fá að gera breytingar í tengslu við lífeyrissjóð Neskaupstað. Það var ekki fleira. Orðið laust lið 11. Enginn kveðst við hljóðs, þannig að ég byrjir lið 11, endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs Neskaupstaðar, naut til samþykktar þeir sem samþykkja liðin, samþykktir með 8 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 12 og bæjarstjóri mun mæla fyrir þeim lið. Já, eins og kom fram í tillögum sem hafa verið teknar hér, þá lagt til að safnanefnd sem hefur starfrækt frá upphaf þessu kjörtímabils verði lögð niður og hún hlutverk hennar sameina menningar- og nýsköpunarnefnd, þar sem kom áður frá. Og það svo tillaga sem hér undir, með því þá jafnframt felur tillagan í sér að þá sé vísað til bæjarstjóra og bæjarráðs að gera breytingar og erindisbréfi menningar- og nýsköpunarnefndar með það í huga að hún taki yfir skyldur og hlutverk safnanefndar og við fjallum það inn í þeirra erindisbréf. Og í framhaldi af því kemur það erindisbréf hér inn til 2 umræðna eins og samþykktir sveitarfélagsins gera ráð fyrir. Jafnframt þurfum við að gera breytingar á samþykktir sveitarfélagsins sem fel í sér það að þessi nefnd sé þá hennar hluta sé komið til menningar- og nýsköpunarnefndar. Það var ekki fleira samkvæmt þessari tillögu. Þá byrjir lið 12 safnanefnd upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykktir með 8 atkvæðum. En Heimir, ert þú með eitthvað á móti? Eitthvað sem situr hjá? Heimir, ég sá enga hendi uppi. Ertu samþykktur þessu eða? Ég held að það sé frosinn. Já. Hann samþykktur. Þá liður 12 samþykktum með 8 atkvæðum. Þá dagskrá fundarins tæmd og það verður boðað næsta fundar með dagskrá og sá bæjarstjórnarfundur verður 15. nóvember næstkomandi. Ég þakka fyrir fundarsetuna og góðar umræður og segi hér með fundi slitið.